Foreldrar eru óþolandi, almennt séð, alveg mjög pirrandi breyta í þessu öllu sko, eru svo rosalega einhvern veginn innvinklaðir inn í allt en eru alltaf að kvarta yfir öllu, kvarta yfir einhvernum, kvarta yfir því hvernig þjálfarinn er og kvarta yfir öllu. Ég held að náttúrulega stórt skref væri að þeir myndu aðeins halda sér til hlés. Ég man út af því við erum búin að vera að tala íþróttunar, þegar maður var yngri þá var maður í íþróttunum og maður var í alls konar íþróttum, prófaði alls konar en foreldrarnir voru ekkert eitthvað svakalega mikið innvinklaðir inn í allt. Þeir voru, til dæmis, mættu aldrei á æfingar, það myndi aldrei detta það í hug. Maður var kannski í 3 íþróttum og einni íþrótt vissir foreldrar manns kannski ekki að maður væri einu svona í sko fyrir en kannski maður var að fara fyrsta mótið eða eitthvað þannig. En núna er þetta bæði eitthvað svona sem að foreldrar kvarta mikið yfir því að þeir þurfa svo rosalega mikið að vera að sinna, þeir eru alltaf inn á afleira að taka við einhverjum skilaboðum og eitthvað fleira. En aftur á mótið þá bara eru þeir óþolandi breyta inn í allt er varðar skóla og frístundastarf. Að vera alltaf með puttana í öllu, alltaf að passa upp á það að krakkanum, þú talar að krakkanum skildi líða vel. Það er allt í hennu á sko ábyrgð foreldrana allt til sko tvítugs. Jafnvel þegar maður er komin í háskóla þar sem að foreldrar er að skipta sér að einkunnagjöf í háskóla. Þetta er sko skrítið og ég ræddi þetta nú við Villa Birgis fyrir í síðasta hlaðvarpi. Það sem vorum við að ræða að krakkar voru kannski komnir á vinnumarkað 14 ára og voru farnir að sinna allskyns störfum og fengu jafnvel borgað bara í mat eða eitthvað þannig. Get endilega að segja að það hafi verið frábært en það var allavega skárra en það sem við erum með í dag sko. Það sem að krakkar eru undir verndarvæng foreldra sem að mæta svo inn á kaffistofu og í íþróttastarf með einhvern djöfisins kjaft. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.